Virðulegi forseti. Mig langaði í raun að byrja á smá játningu í þessu máli. Símabann í grunnskólum líklegast búið að vera fastur hluti af minni umræðutilveru síðastliðin 10 ár og þegar ég byrjaði að taka þátt í þeim samtölum í sveitarstjórn hjá Seltjarnarnesbæ þá var ég mjög harður gegn öllum símabönnum. Ég horfði á þetta tæki í rauninni sem hlut af lífi okkar, verkfæri sem að börnin okkar þyrftu að læra á í grunnskólanum og að skóli væri einmitt frábær staður til að læra að nálgast símana sem vinnutæki, nálgast símana sem tæki til að sækja sér þekkingu, þýða texta, nota kort og fleira. Sá í rauninni bara tækifærin í tækjunum og var þá í rauninni svona harður andstæðingur símabanns. Og á þeim tíma fyrir 10 árum síðan þá var það allavega í mínu sveitarfélagi svona meiri hlutinn. Foreldrar voru á þessari línu líka, sjá tækifærin í þessu, börnin voru algjörlega á móti öllum símabönnum og það var eiginlega svona minni hlutahópur í bæjarstjórn og svona ákveðinn hópur foreldra sem var að kalla eftir þessu og þeim var kannski bara mætt með smá svona, næstu að segja hroka, eins og þau væri bara að misskilja. En svo svo áhugavert hvernig málin þróast og þau eru búin að kynnast tækjunum betur. Ég vil nú meina sjálfur að maður hafi þroskast svolítið. Fyrir 10 árum síðan átti ég 2 ára gamalt barn og nú er ég 12 ára gamalt barn og maður hefur bara fylgst með þróuninni bæði á tækjunum og áhrifunum á börn og ungmenni. Ég hef líka starfað með börnum og ungmennum síðan 2008 og það hefur verið mjög sláandi að fylgjast með þróuninni á samskiptamunstri, þróun á líðan, þróun á þörfinni til að fara út og hitta annað fólk. Þetta hefur gjörbreyst á örfáum árum vegna þess að börnin eru einhvern veginn alltaf í tengingu en samt í engri tengingu. Þau eru alltaf að fá afþreyingu en samt líður engum vel. Þau eru alltaf að renna í gegnum símann sinn, fá einhvers konar skilaboð í líkamann eins og hlutirnir séu í lagi, eins og þau leiðist ekki, en þau eru ekki að læra neitt. Þau eru bara í einhver svona ákveðnum svona forarpitt og við erum þarna líka. Ég held við tengjum flest við þetta sjálf, við höfum upplifað þetta í gegnum okkar tæki. En þetta hefur allavega orðið til þess að mín afstaða hefur algjörlega breyst og fyrir mér þá er þetta þessi áhrif sem ég er að lýsa, en líka hvað gögn er að sýna okkur. Auðvitað er ekkert búið að sýna fram á það að sé akkúrat tækjunum að kenna, en það getur ekki verið, eða það er allavega mjög áhugaverð tilviljun, að á þessum sama tíma og snjallsímarnir ryðja sér rúms, samfélagsmiðlarnir ryðja sér rúms, að þá hefur einfaldlega athyglis endingu ungmenna farið niður á við, kvíðahugsanir unglingsstelpna hafa farið mjög upp á við og eru komnar út í sögulega háar sjálfsvígshugsanir í kjölfarið uppsöfnuðum kvíða og þessum samfélagsmiðlum og þessu stanslausa áreiti. Og það að fara úr því að vera að bregðast við samskiptavandamálum barna og ungmenna sem snýr að því að einn unglingur potaði að segja eitthvað ljótt við annan ungling í það að heill bekkur sé að senda einhverjum skilaboð klukkan 11:30 kvöld, eitthvað sem heldur nemendurna vakandi alla nótt. Þetta er gjörbreyttur veruleiki og því er eðlilegt að við endurskoðum okkar afstöður og líka okkar laga- og reglugerða umhverfi og því fagna ég mjög þessu frumvarpi. Í þessu frumvarpi kemur ekki beint fram nákvæmlega útfærslan en ég treysti menntamálaráðherra eftir ræðu hans að hann muni vera í virku samráði við þingið, við skólasamfélagið, við nemendur og setja fram reglugerð sem er börnunum fyrir bestu. Þetta skiptir líka máli út af umræðan hefur aðeins verið hér varðandi að nú þegar hafa grunnskólar sett sér ýmiss konar reglur, en við höfum líka heyrt það í samræðum við skólastjórnendur að þeim finnst skorta tækin til að geta gripið inn í. Þeim finnst þau svolítið sitja eftir með svartapétur að hafa ekki skýrar heimildir til að setja reglur varðandi símanotkun og sérstaklega afleiðingar ef þær reglur eru brotnar. Og skólastjórnendur og starfsfólk kalla mig eftir því að yfirvöld, að stjórnvöld setja svona reglur, sem eru samræmlegar milli skóla, en veita líka starfsfólki í skólana heimildir, tæki og tól til þess að geta sett sínar eigin reglur, til þess að geta gripið inn í og til þess að geta stuðlað öruggu námsumhverfi fyrir börnin okkar. Það er líka mjög áhugavert að ræða við varðandi afstöðu foreldra og fagfólks, hvernig hún hefur þróast í gegnum tíðina. Og það er bara staðreynd, við erum að ræða grunnskólana hér,
að í grunnskólanum getum við ekki reiknað með því að allir grunnskólanemendur hafi aðgang að snjalltækjum, þannig að ef þá á að nota tæknina, ef þá á að vinna með skjálæsi, tæknilæsi og svo framvegis, að þá þurfa skólarnir að sjálfsögðu að vera með bekkjasett af spjaldtölvum eða fartölvur eða annað sem þeir bjóða nemendunum upp á til þess að læra þessi tækifæri sem ég talaði kannski í byrjunræðunnar, læra að nýta kortin, nota forritin á gagnlegan hátt, en ekki þessi stanslaus hluti af skóladeginum og stanslaust áreiti í vasa nemenda. Það hefur líka verið áhugavert að hlusta á svona viðhorfsbreytingu nemenda sjálfra. Þeir eru raunverulega farnir að kalla eftir þessu og við vorum bara síðast á fundi áðan með góðum hópi ungs fólks og þar kom líka góður punktur sem hefur kannski ekki leitt hugann mikið að þó hann komið fram í greinargerð frumvarpsins, að það er það að eins og sumir vilja setja í frelsisbúninginn, eins og er bara eðlilegt í pólitík, frelsi einstaklingsins til að vera með sinn síma og setja sín mörk, en þar var ungt fólk sem var að segja að símar annarra trufla líka aðra nemendur. Þannig ef að samnemandi minn er alltaf í símanum þegar ég á að vera að einbeita mér að stærðfræði, þungri stærðfræðikennslu sem ég er að reyna að ná stjórn á, að það hefur líka áhrif á mitt námsumhverfi. Og við þurfum að tryggja öruggt námsumhverfi þar sem nemendur ná í með þessa breyttu athyglisgáfur sem virðist vera þróunin með tímanum að einbeita sér að náminu og ná árangri. Og það sem svona stendur eftir í þessu að mínu leyti er það að við vitum alveg hvað er börnunum fyrir bestu. Og börnin vita sjálf hvað er þeim fyrir bestu og ég tel ég held við séum öll sammála af allar ræður sem ég hef hlustað að það er börnunum fyrir bestu að við setjum skýrar reglur með síma og snjalltæki í skólum. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Ingvar Þóroddsson.